Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Og við þökkum þér Drottin að þú ert verðugur. Bara gefum þínu nafni dýrðina fyrir það gjald sem þú greiddir fyrir okkur. Amen. Takk Jesús. Amen. Starfið og gef okkur verkamenn í það, í Jesú nafni. Amen. Við vorum að tala heilagan anda á síðasta sunnudag og mér langar aðeins að ekki rifja upp heldur bara aðeins að segja nokkur orð meira það og það er vers í öðru Korintubréfi 13:13. Annað Korintubréf 13:13. Þar er Páll að tala til Korintumanna og hann segir svona: Náðin Drottins Jesú Krists og kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Náðin Drottins Jesú Krists og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Við vorum að tala það á síðasta sunnudag að heilagur andi, þetta er fyrra Korintubréf, það er annað Korintubréf. Náðin Drottins Jesú Krists. Ég var að tala á síðasta sunnudag að heilagur andi hefði komið til jarðarinnar fyrir 2000 árum. Og hér er Páll að tala til Korintumanna og hann er að segja að hann er raunin að segja þeim að hafa samfélag við þennan heilaga anda. Í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 18. versi, þá segir Jesús Kristur, hann er að tala til lærisveinana og hann er að segja þeim að hann sé að fara og hann segir: Ég kem til yðar. Ég kem til yðar. Og vitið það að Jesús Kristur, hann birtist lærisveinunum eftir upprisuna í líkamanum og hann kemur síðan í heilögum anda eins og við töluðum á síðasta sunnudag
heilagur andi kom og við veitum að hann mun koma enn einu sinni aftur í dýrðarlíkama. Þá kemur hann á skýjum himins. En hann sagði, ég kem til yðar. Og hugleiðum þetta aðeins. Ég kem til yðar. Og versin á undan þá hann að segja að ég mun gefa yður annan hjálpara, heilagan anda sem verður með yður að eilífu. Ég kem til yðar. Svo Páll að tala að við getum átt samfélag við þennan heilaga anda. Og ég flett upp þessu orði samfélag, það sama orðið og notað í postulasögunu að þeir héldu sér fast við samfélagið. Þetta samfélag heilags anda okkar orðið koinonia sem þýðir að það besta leiðin að lýsa því svona múrsteinshús. Það eru 2 steinar sem eru múraðir saman. Að samfélag okkar við Guð getur verið svo náið að við séum hreinlega eitt. Og Biblían segir reyndar að í 1. Korintubréfi að við erum einn andi með honum. En þetta með heilagan anda, að hann kom og að við getum átt samfélag við hann og líka það að hann sækist eftir okkar samfélagi. Hann sækist eftir okkar samfélagi. Hann sækist eftir okkar samfélagi. Það ekki allir sem sækjast eftir hans samfélagi, en hann sækist eftir því að eiga samfélag við okkur. Guð skapaði manninn til að eiga samfélag við hann. Amen. Þannig að Jesús segir, ég kem til yðar. Og það sem mig langar að segja að heilagur andi, hann kom á hvítasunnudag og það svona söguleg staðreynd, en það sem að allir kristnir vita en samt einhvern veginn ekki grípa að hann hér ennþá í sama mætti og krafti og hann kom á hvítasunnudag. Hann hefur ekki breyst. Hann hefur ekki breyst. Heilagur andi hinn sami. Jesús Kristur hinn sami í gær og í dag. Heilagur andi hinn sami í gær og í dag. Og mér langar aðeins að gefa okkur nokkra punkta heilagan anda og hann í Jóhannesar Guðspjalli 14:26 okkur sagt að hann hjálpari, hann kennari og Amplified Biblían hún gefur okkur svona nokkur nöfn á honum og það gott að hugleiða þetta. Það gott að hafa þetta í huga sínum á hverjum degi að hann hjálpari, hann huggari. Hann hjálpari og hann huggari. Hann líka ráðgjafi. Hann ráðgjafi. Amen. Og Biblían segir í Jesaja að hann undra ráðgjafi, sem þýðir að hann kraftaverka ráðgjafi. Og hann andi Jesaja 11 segir, hann andi vísdóms og ráðspeki. Ráðgjafi sem hefur ráðspeki, hann meira en venjulegur ráðgjafi. He has wisdom in his counsel. Ráðgjafi sem hefur, wisdom, nú ég að hjálpa túlkinum. hann hefur ráðspeki, hann meira en venjulegur ráðgjafi, hann góður ráðgjafi. Af því að hann hefur visku. Og mér finnst þetta svo frábært að hann í Jesaja, hann segir að hann andi vísdóms, hann andi skilnings, hann andi ráðspeki
og máttar. Hann gefur ráð, svo gefur hann okkur kraft til þess að fylgja ráðunum eftir. Sjá, það er eitt að vera kennari og einhver kennir þér, heyrðu, þú átt að gera þetta svona. Og þú segir, ég get ekki gert þetta svona. En þessi ráðgjafi, hann gerir meira en að kenna þér, hann er hjálpari. Hann er hjálpari. Og sjáðu, biblíukennari getur sagt þér, sko, já, biblían segir, elski hver annan. Já, en ég ætla mér nú ekki að elska þennan. Hann er leiðinlegur, hann hefur verið ótuktalegur við mig og það er bara ekki rétt að ég elski hann. En heilagur andi, hann er kennarinn þinn og hann gefur þér kraftinn og hann gefur þér það sem þarf til þess að elska þennan. Þannig að mér er svo yndislegt að íhuga þessa þætti, hvað er þessi heilagi andi sem að Páll er að biðja mig að hafa samfélag við. Hann er að biðja mig að hafa samfélag við hann. Hann segir hann sé hérna ennþá. Hann er huggari. Það eru margir sem þurfa á huggun að halda í dag. Hann er hjálpari. Það eru margir sem þurfa að hjálpa í dag. En sjáðu, það eru svo margir sem fara eitthvað annað. Margir kristnir, þeir eru búin að gleyma því að þeir eiga alveg sérstakan vin sem er hjálpari, hann er huggari. Ég heyri svo oft, af hverju greip Guð ekki inn í? Af hverju talaði þú ekki við huggaran? Af hverju talaði þú ekki við hjálparan þegar þú þurftir hjálpina? Sjáðu, Guð býður þessi í biblían að geta miskunnað okkur. Þannig að hjálparinn hann er hérna á staðnum, hann er líka ráðgjafinn og meira en það, hann er undraráðgjafi og biblían segir, ef þið lesi Amplified biblíuna þá fáið þessa útlistun, þessa upptalningu, hann er ráðgjafi, huggari, hjálpari, hann er málsvari. Eða árnamaður segir gamla þýðingin. Málsvari, hann tekur málstaf þinn. Hann tekur málstaf þinn. Þannig að hann svarar fyrir þig, hann hjálpar þér að svara. Hann tekur málsvar þinn gagnvart óvini okkar Satan. Af því að við erum þvegin í blóði lamsins. Þegar við erum ásökuð, þá tekur þessi málsvari málstaf okkar. Þannig að hann er málsvari, hann er huggari og svo eitt af því stórkostlega er að hann er standby. Segir enskan, hann er alltaf til staðar. Hebreskan segir hann er Jehova Shamma, sem þýddi að hann er þar. Og hann er alltaf til staðar, hann er fyrirbiðjandi. Hugsið ykkur, þessi heilagi andi, hann býður fyrir þér. Ef þú fer í Rómverjabréfið, 8:26, þá sérðu að hann býður fyrir þér og hann býður líka fyrir heilugum, ekki eftir þínum vilja, heldur eftir vilja Guðs. Þetta er heilagi andi. Hann býður fyrir öllum heilugum og mér kom í hug að heilagur andi býður fyrir kirkjunni, hann er fyrirbýðandi kirkjunar, alveg eins og Móse í eyðimörkinni var fyrirbýðandi fyrir Ísrael. Móse bað fyrir Ísrael. Móse bað fyrir Ísrael þegar að Ísrael gugnaði, þegar þeir voru uppgefnir búnir á því og Móse kom með orð til þeirra, þeir gátu ekki farið eftir orðinu. Þeir höfðu ekki kraft til þess. Móse hann sagði, Guð segir þetta og þið að gera þetta og þeir sögðu bara, please, við getum það ekki. Eins og svo margir í kristnir í dag. Ég er bara búinn á því. Og Ísraelsmenn, það segir í 2. Mósebók 6:9 að þeir gátu ekki einu sinni heyrt Guðs orð. Hvað eru margir kristnir sem hafa verið þar? Já, þetta er sama gamla tuggan.
Ég búinn að heyra þetta aftur og aftur. Guðsorð talar ekki, nær þeim ekki. Og þeir bara grípa það ekki. Og það þá sem heilagur andi kemur og hann biður fyrir þér. Móse gerði það. Ef þið lesi aðra Mósebók 6 og 9, ég ætla ekki að fletta því upp, að þá byrjaði Móse að tala við Guð og Guð sagði Móse að hann skyldi segja svo og svo við Faraó. Faraó táknmynd upp á óvininn og fyrirbiðjendur, þeir tala stundum beint við óvinnin og skipa óvinninum í burtu. Skipa óvinninum í nafni Jesú að beygja kné sín af því að hann drottinn. Amen. Þannig að þjónusta heilags anda, hún hinn sama og Móse var. Þegar þú búinn á því, þegar þú getur ekki meir, þá kemur þessi yndislegi, blessaði, góði, voldugi, mikli, heilagi andi. Hann reisir þig upp og hann segir, komdu, ég skal leiða þig. Ég skal leiða þig. Og hann gerir það nákvæmlega það sama og Jesús Kristur gerði þegar hann var á jörðinni. Jesús sagði, ég mun sendi þér annan hjálpara í minn stað. Annan hjálpara í minn stað. Þannig að það svo yndislegt að eiga og hugsa þér. Þú getur ekki farið og tala við borgarstjóran, þú getur ekki farið og tala við bæjarstjóran, þú getur ekki farið og tala við forsetan, þú getur farið og tala við persónu sem æðri öllum þessum. Hann æðri öllum þessum. Hinn mikli, voldugi, góði, heilagi andi. Þetta persónan sem reisti Jesúm Kristi frá dauðum. Við sögðum að hann væri framkvæmda armur Guðs ríkisins. Hann kom og hann reisti Jesúm upp frá dauðum. Og þú mátt tala við hann. Þú mátt tala við hann. Og þessi mikli heilagi andi, Biblían segir í Jóhannes 16 að hann að kunngjöra okkur þegar ef við megum vera að því að tala við hann, þá kunngjörir hann okkur það sem að gerast frammi fyrir hásæti Guðs. Hann kunngjörir okkur það sem Jesús að segja og það sem Faðirinn að gjöra. Þannig að hann fyrirbiðjandi, hann undraráðgjafi, hann hjálpari, hann huggari og umfram allt, hann vill fá að vera með þér. Það segir, allir þeir sem leiðast af Guðs anda. Hugsaðu þér, allir þeir sem leiðast af Guðs anda eru Guðs börn. Allir þeir sem leyfa heilugum anda að leiða sig. Hann segir hérna, komdu, ég skal leiða þig. Allir þeir sem leiðast af heilugum anda. Og haldið að sé ekki hryggðarefni fyrir heilagan anda og Guð þegar eitthvað af hans börnum segir, heyrðu, ég að fara annað. Ég er búinn að finna annan sem getur hjálpað mér. Ég að fara í ráðgjöf og ég borga 20.000 kall á tíman. Já, hvað með mig, segir heilagur andi. Hvað með mig? Ég er ekki að segja að sé rangt að fara í ráðgjöfin. En sjáðu til, við megum ekki gleyma þessum anda og þessari uppsprettu. Við megum ekki gleyma því hvaðan við komum. Þannig að heilagur andi, hann hjálpari, ráðgjafi, málsvari, alltaf til staðar, huggari, fyrirbíðandi, hann styrkur minn, hann líka kennarinn minn. Hann kennarinn minn. Hann kennarinn minn. Það eru margir sem fara á alls konar námskeið. En hvað með þessi námskeið sem heilagur andi að auglýsa svona hvísla djúpt inn í þig? Það námskeið núna. Það námskeið á næsta þriðjudag klukkan 5. Við ætlum að hittast í Hvítasunnu í kirkjunni. Ég ætla að tala til ykkar. Nei, það svo einfalt, það svo venjulegt. Það eitthvað. Við erum búin að gleyma
hvað okkar trú snýst. Heilagur andi ennþá hérna og hann vill fá að vera með okkur, hann vill fá að kenna okkur og ég hugsaði, hvað með að vera lærisveinn heilags anda? Já, hvernig ger ég það? Jú, þú sest niður, þú útilokaði frá hinum andanum sem skarkali heimsins og þú segir, heilagur andi, hvað viltu kenna mér í dag? Og þú mátt gjarnan opna þessa bók vegna þess að heilagur andi, hann notar bókina. Hafðu bókina opna og heilagur andi byrjar að kenna þér. Hann kennari. Mér finnst það svo stórkostlegt. Hann kennir, hann minnir okkur á. Einhver sagði við mig, Kristinn, ég skil ekki hvernig þú getur talað í tungum og lesið Biblíuna. Það besta leiðin að lesa Biblíuna. Þá tala ég í heilugum anda, heilagur andi talar í gegnum mig og við lesum Biblíuna saman. Halleluja. Hann kennari. Hann persóna og það er það sem margir gleyma. Efesubréfið 4:30 segir, hryggið ekki Guðs heilaga anda. Ekki hryggjan. Ekki hryggjan. Vegna þess að ef við hryggjum hann, þá ýtum honum frá okkur. Ef við gleðjum hann, þá drögum við hann að okkur. Hann persóna, hann einn þriðji af Guðdóminum. Hann af heilagri þrenningu, þá hann einn af hinni heilugu þrenningu. Þannig að við eigum ekki að hryggja hann og í frumkirkjunni þá las ég það í Postulasögunni 15:28 komiði með mér þangað og sjáiði hvað hann segir, hvað þeir segja, postularnir. Þeir komu saman á fundi og þeir voru að fást við ákveði mál sem þeir þurftu að fá botn í. Stundum komum við saman á safnaðarfundum og við ræðum málin. Stundum hef ég heyrt að það sé rifrildi á safnaðarfundum í hinum ýmsu kirkjum. Fólk getur ekki komið sér saman og þá veit ég að við hryggjum heilagan anda, hann yfirgefur fundin. En hérna var fundur og þetta Postulasagan 15:28 og þá segja þeir, það ályktun heilags anda og vor eða okkar. Það ályktun heilags anda og okkar. Sem sagt, þeir, postularnir og heilagur andi áttu samfélag saman, voru að tala saman, síðan komust þeir að ákveðinni niðurstöðu og ég vissum að heilagur andi leiddi þá, heilagur andi gaf þeim ráð, enda var þetta alveg frábært ráð sem hann kom út úr þessu. Það ályktun okkar og heilags anda að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta að þið haldið ykkur frá kjöti, fórnuðu skurgóðum blóði, kjöti af köfnuðum dýrum og sölumnaði. Ef þið varist þetta, gjörið þið vel. En það ályktun okkar og heilags anda. Heilagur andi var með þeim í ráðum. Hann fékk að taka þátt. Og spurningin fær hann að taka þátt í þínu lífi eða mínu lífi? Fær hann að taka þátt í okkar safnaðarstarfi? Hann með okkur? Þetta gott að spyrja okkur. Ég sagði að fyrir suma, á síðasta sunnudag minnir mig, að það svo margir sem leita annarra ráða. Þeir bara, þeim liggur svo mikið á. Þeir mega ekki vera að því að setjast niður með heilagum anda. Af því heilagur andi, hann kannski svarar ekki alltaf 1, 2 og 3. Hann svona, eins og góður eiginmaður sem konan að tala við og hún segir, heyrðu ekki hvað ég segi? Ég fekk að heyra þetta í gær. En sjáðu, við megum ekki vera að því að bíða. Við megum ekki vera að því að bíða. Og við hlaupum eitthvað annað og fáum vond ráð, vondar lausnir og erum ennþá með okkar sálrænu vandamál. Heilagur andi, hann vill fá að
gefa þér ráð. Og það er ritning í 1. Jóhannesarbrefi 2:27 þar sem segir að smurning hans fræðir yður allt. 1. Jóhannesarbrefi 2:27 þar segir að heilagur andi, hann bara fræðir okkur allt. Bara allt. Fengi að vita allt. Þetta er frábær ritning. Og við sjáum í Postulasögunni 10:38 að heilagur andi var með Jesú Kristi. Hann var smurður af heilagum anda og hann var með honum. Við sjáum í Mattheus 28:20 að hann segir ég er með þér alla daga allt til enda veraldar. Hann er líka með þér. Hann er líka með þér. Og það sem er svo sorglegt að það eru svo margar kirkjur og kirkjudeildir og það er ekki ný saga. Í Åpenbarunarbókinni 3:20 þá lesum við það að Jesús Kristur var fyrir utan kirkjuna eða heilagur andi var fyrir utan af því að þeir voru svo klárir, þeir vissu svo mikið og þeir voru svo öflugir að sínum eigendómi að Jesús Kristur í heilagum anda var fyrir utan að banka á dyrnar. Og sjáu þið, spurningin sem við getum spurt okkur, tölum við hann, heyrum við rödd hans, rækjum við samfélagi við hann, eða er hann einmana í kirkjunni? Amen. Spurning, er hann einmana? Amen. Ég vona ekki. Ég vona hann sé ekki einmana. Ég man að vinur okkar Keith Wheeler sem hefur gengið með krossin alla jörðina í 35-40 ár. Hann sagði að þegar ég fer að sofa á kvöldin þá segi ég við Jesú og heilagan anda ef þú ert einmana vektu mig þá og talaðu við mig, ég skal tala við þig. Þannig að mér fannst það svo yndislegt og hann er svo yndislegur þessi bróðir og hann hefur svo sterka nærveru heilags anda með sér þegar hann gengur með krossin sinn. Þannig að, já, spurningin er hvað gerum við þetta samfélag heilags anda í okkar persónulega lífi og sem kirkja. Ég trúi því að þetta sé það dýrmætasta sem við eigum og við þurfum að rækja þetta samfélag. Guð talaði til mín já, ég trúi ég hafi verið Guð. Maður verður að segja svona í trú að ég ætti að taka mig líka stund þegar ég væri búin að borða á kvöldin og ég fór að setjast inn í herbergi og ákvað að gera nú kannski nógu stutt korter, hálftíma og ég settist bara í hægindastólinn minn inn í herbergi og lyfti höndum og fór að lofa Guð, ekki biðja neitt endilega, bara lofa hann og eiga samfélag. Og vitið, þetta er svo yndislegt, hann kemur og þú finnur nærveru hans og það er ekkert sem jafnast á við nærveru heilags anda. Það er ekkert sem jafnast á við samfélag heilags anda í þessum heimi. Það er ekkert sem er dýrmætara, það er ekkert sem er meira virði en það að almáttugur Guð, hann gangi með þér í þínum aldingarði hér á jörðu. Það er ekkert sem er dýrmætara. Þannig að mín hvatning til okkar allra er að rækja þetta samfélag við heilagan anda eins og Páll segir. Hann segir samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen. Og sem söfnuður þá þurfum við svo virkilega aðra úthellingu heilags anda. Honum var úthellt á hvítasunnudag. Við þurfum sem
kirkja og kirkjur að sjá honum aftur úttelt. Sumir segja, honum var bara úttelt einu sinni, það rétt á vissan hátt, en honum hefur verið úttelt aftur og aftur. Það hafa verið trúarvakningar og ef að Ísland þarf eitthvað í dag, þá þarf Ísland trúarvakningu. Hann Guð vors lands og hann lands vors Guð og við lofum hans heilaga nafn. Guð gaf mér þetta að minna á það að hann lands vors Guð og hann Guð vors lands og við getum lofað hans heilaga nafn og ekki sleppa þessu, ekki sleppa Guði sem verndara landsins okkar, ekki sleppa Guði sem ráðgjafa þínum, sem hjálpara þínum, sem fyrirbiðjanda þínum, ekki slepp honum. Gefðu honum stund, gefðu honum tíma á hverjum einasta degi, gefðu honum tíma á hverjum einasta degi. Þeim tíma vel varið. Amen. Og mig langar að enda þetta áður en við ljúkum útsendingunni, ef það einhver sem að horfa, sem að hefur ekki tekið á móti Jesú Kristi sem sínum frelsara, þá langar mig að segja þetta, Jesús sagði, ég kem til yðar, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þér munuð sjá mig. Og málið að ef þú tekur á móti Jesú Kristi sem frelsara, þá sérð hann. Ef þú hafnar honum sem frelsara, þá sérð hann ekki. Þetta alveg sama og að vera á Facebook og ekki Facebook, kannski lélegt dæmi, en sjáðu, ef þú ert ekki á Facebook, þá sérð ekki neitt sem gerist þar. Ef þú ert ekki í Guðs ríkinu, þá sérð ekkert sem gerist þar heldur. Vegna þess að það getur enginn séð Guðs ríki nema hann endurfæðist. Hvernig endurfæðumst við? Jú, við komum fram fyrir augliti Guðs og við segjum, Drottinn Jesús, ég vil gera þig að mínum leiðtoga, ég vil leyfa þér að leiða mig, ég vil biðja þig að frelsa mig frá syndum mínum, ég trúi því að þú sért skapari heimsins og þú hafi skapað mig til að eiga samfélag við þig, þess vegna vil ég eiga samfélag við þig, það sem eftir lífs míns. Og bænarefni. Já. Það bænarefni sem við skulum taka. Halldóra, hún biður fyrirbæn fyrir mömmu sinni og fyrir sér. Halldóra frænka mín, hún var að eignast litla stúlku og við óskum henni innilega til hamingju með það og Gunna okkar var að missa manninn sinn og við samhryggjumst henni og byggjum bara Guð að blessa þær báðar. Drottinn, þakka þér fyrir að þú ert snerta við Halldóru minni núna, þú ert líka snerta við henni Ólöfu Guðrúnu í nafni Jesú. Og Faðir, við bara gefum þínu nafni alla dýrð á þessum yndislega degi. Þakka þér fyrir þessar mæðgur, þú Drottinn snerti þær, þú voldugi mikli, góði, heilagi andi, þú kemur og umlykur þær núna í Jesú nafni. Amen. Og við þökkum bara fyrir öllum sem hlýddu í dag og ljúkum þessari útsendingu og við langar að við tökum bara örlitla stund og gefum Guði dýrðina áður en við eigum samfélag upp í lofstofu. Við syngja það í kór sem við syngjum mjög oft. Jesús, ég nefni nafni þitt. Nálgast þú og blessar lífið mitt. Og ef það eitthvað sem að þér finnst Guð ekki hafa hjálpað
með, hann er hjálparinn, að lyftu því upp til hans. Nefnum nafnið hans og hann nálgast. Jesús, ég nefni nafnið þitt, nálgast þú og blessa lífið mitt. Lagnar sér hver sár og þeirra sorgar tap. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Nálgast þú og blessa lífið mitt. Lagnar sér hver sár og þeirra sorgar tap. Jesús nefni nafnið þitt. Þú læknar sér hver sár og þú þerrar sorgartár, ó Guð, halleluja. Jesús, 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 ég nefni nafnið þitt. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Nálgast þú og blessar nafnið mitt. Lífið mitt. Lagnar sér hver sár og þú þerrar sorgar tap. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Jesus, you're the sweetest name of all, and you're just the same as your holy name. That's the reason why I love you so. Oh, Jesus, you're the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his holy name. Oh, that's the reason why I love him so. Oh, Jesus, you're the sweetest name I know. Oh, Jesus, you're the sweetest name I know, and you're just the same as your holy name. That's the reason why I love him so. Oh, Rabariando Roshando, whose name I know. Jesus is the sweetest name I know. Hallelujah, hallelujah,
Halleluja. Mikli voldi í góðu heilagi andi, þakka þér fyrir að þú framkvæmir ennþá boð föðurins, þú framkvæmir ennþá boð Jesú Krist. Þú gengur í söfnuðinum og græðir læknar, mikli voldi, undursamlegi, góði hjálparinn minn, huggarinn, ráðgjafinn, málsvarinn, styrkur minn, læknirinn minn, fyrirbiðandinn minn. Við lofum þitt nafn, við lofum þig, í nafni Jesú lofum við þig, heilagi, undursamlegi, góði Faðir. Við lofum nafnið þitt, við lofum nafnið, við lofum nafnið æra öllum öðrum nöfnum. Við lofum nafnið, við lofum nafnið, við tygnum nafnið. Halleluja, halleluja, halleluja. Ribidirurudishi, balarabakashandalara, hirialarabakashindalara. Og kom með þinn kraft og þinn kærleik. Kom helgur andi, ég vil. Kom helgur andi, ég þarf þín. Segjum bara takk Jesús. Þinn mátturinn, þín dýrðin. Halleluja. Og meðtökum þar sem þú vilt gefa okkur í heilugum anda. Meðtökum náðagjafirnar fyrir þessa kirkju. Við þörfnumst þín heilagur andi. Þörfnumst þín til að lifa hvern einasta dag. Halleluja. Og leitt okkur á þessum degi. Amen. Drottinn bless ykkur, varveiti og við getum átt samfélag hérna áfram uppi.